gaman að fá þig eins og. Takk fyrir. Takk fyrir að bara bjóða mér og gaman að koma. Hvernig þú ert núna bara, því maður kannski hitt mikið hýrt að þér eftir að þú hættir þingi og svona. Þú ert núna bara í starfandi lögfræðingur. Já, ég bara, var auðvitað lögmaður áður en ég fór á þing og það svona læddist aftan að mér inn á þinginu. Það kom óvænt. Fólk var að leita til mín þó ég væri þar inni. Og ég var ekki búin með kvótan þar, sko. Einhverjir voru það. En ég átti eftir að klára þann pakka. Mm-hmm. Hvernig því maður hugsar oft þess að geira svona, þetta náttúrulega ólíkt svo sem, þú veist, fjölmiðlar, stjórnmál, það svona hasar og og það oft eitthvað sem togar þegar fólk fyrir síðan að vinna einhver önnur störf og það eitthvað sem togar svona, ég veit ekki hvort maður að segja spennufíkn eða eitthvað. Þú veist, hvernig upplifir það eftir þú hættir að þingja að vera ekki svona í hringuðin alltaf, sko? Sko, ég í þannig málum að það rosa aksjón. Ok. Ég ekki mikið að vinna í fjármálum fyrirtækja. Nei, mitt. Þú veist, það sem maður bara að horfa á, þú veist, bókhald og efnarsreikninga og slíkt alla daga, sko. Ég bara að tala við tugi á hverjum degi, hverju viku. Alls konar einstaklinga í alls konar aðstæðum og það kemur alls konar upp helgar og kvöldin og morgnana og nóttunni. Og það þetta element sem að einhvern veginn heldur mér vakandi. Hvernig mitt? Það eins og pólitíkin, skilur. Maður veit ekki alveg að morgni hvernig dagurum verður. Og það hentar mér bara. Já. Þú veist, þetta er auðvitað ekkit sérstaklega fjölskylduvænt, en fjölskylda mín þolir þetta. Ég stundum alveg bara, þú veist, en þetta öra eðli mitt, það fungerar vel í þessu. En hvernig mitt að setja þessi mörk, þú veist, að þetta oft svo persónuleg mál og þegar fólk þarf ofta ekki, hjá flestum ekki oft á lífsleiðinni sem þú þarft á lögfræði að halda og allavega í mörgum tilvikum það þannig að lögfræðingurinn hefur rosa mikið að segja eitthvað sem að fara að gerast í lífiðinu. Já. Hvernig mitt að setja mörk að verða ekki sálfræðingur, þú nefndir kvöld og helgar og... Já, sko, ég auðvitað ekki sálfræðingur. En þetta rosa mikil sálgæsla stundum. Þú veist, í sumum málum þá þarf maður líka að eiga bara samtal og spurja bara hvernig kemst í gegnum vikuna. Þú veist, þegar mikið gengur á. Mér finnst það skipta máli að vera ekki bara svona ferkantaður pappakassi, sko. Og að því svo þetta líka leikona og það rosa góður grunnur fyrir þetta allt saman. Því þar lærir maður líka inn á fólk og úr hverju fólk kemur og hvernig það byggt og hvað drífur það áfram og hvaða element eru. Maður lærir það í því 4 ára námi og ég held að þetta hjálpi allt af því að það skipti máli hvaða einstakling maður með. Klálega. Og svo ég auðvitað í rauninni með lögfræðina en ég samt í rauninni framlenging af þeim einstaklingi sem ég aðstoða hverju sinni. Ég ekkert alltaf sammála því fólki sem ég aðstoða. Ég lögmaður. Og ég á rétt að því að vera ekki samsömmuð með þeim, en ég verð að gera mitt besta fyrir þau. Þú veist, og hjálpa þeim. En hvernig set ég mörk? Ég meina, ég geri það við hvern og einn. Það þurfa ekki allir að fá svör við öllum spurningum sínum akkurat á þeirri stundu sem að þau þurfa á mér að halda. Og ég svara ekki símanum allan sólarhringinn hjá öllum. Ég með slökkt á símanum á nóttunni. Nei, maður hugsa bara í svona misjamt en í mörgum málum mitt úr kannski að bíða eftir einhverju dómsniðurstöðu eða bíða eftir einhverju dvalarleyfi eða eitthvað, þú veist, þetta oft bara eitthvað jafnvel stærsta atriði í lífiðinu og ef þú ert þannig gerður þá getur þetta mjög vel að fært fólk í þráhyggju og kvíða og dót og þú veist bara einhvern veginn lögfræðingurinn svo eini sem getur gert eitthvað í þessu fyrir mig. Já, og þá kannski, það alveg rétt, þetta tvíþætt, af því að sko, besta sem maður getur gert fyrir fólk sem með kvíða að veita upplýsingar. Einmitt. Upplýsingarnar eru ekki hjá mér, þetta úr mínum höndum þegar við erum að díla við stjórnvöld og þegar
mál er til meðferðar í héraðsdómi, þá er einhver annar sem að mun taka ákvörðun, dómari eða dómarar. Þannig að það eina sem ég get gert er bara að gera mitt besta við að leggja fram þær upplýsingar sem að ég hef og reyna að koma þeim vel til skila. En ákvörðunin er annara. Svo þetta er maður í alls konar öðru líka að reyna að ná alls konar samningum og svona, þú veist, að reyna að hjálpa til þar. En maður þarf einhvern veginn að nálgast allt þetta fólk bara með virðingu, og að því ég sagði sko, maður veit ekki alveg hvernig dagurinn er, að því að stundum koma upp akút aðstæður, það kemur bara allt í einu eitthvað, það er bara búið að taka barn og foreldri veit ekki hvar barnið er og leitar eða, þú veist, og þá er það auðvitað eitthvað, það er búið að handtaka einhvern og enginn nær sambandi inn og þú veist, meiri sér að lögmaðurinn fær ekki einu svona samband við umbjóðanda sinn lengi, marga klukkutíma og mér finnst það svona mjög vond framkoma í rauninni, af því að það eiga allir rétt á lögmanni og alls konar svona hlutir sko, sem að geta verið mjög kvíðavaldandi og þá þarf maður að vera á vaktinni, þá svarar maður þessum einstaklingi eða fjölskyldu þessa einstaklings en maður er ekki svarað öllum hinum símtölunum. En hvað með þetta klassíska sem mást að nefna á það með þessa siðferðilegu spurningu að þú veist, allir eiga rétt á lögmanni en að vera ekki sammála veist, og þá er þessi klassíska spurning sko, sumir segja ég bara er það einhvern veginn í prinsipunu mikill lögmaður að ég myndi verja hvern sem er. Þú veist, sko, myndið þú draga línun einhvers þar sem myndi segja, ég bara, sorry, ég get ekki varið þennan einstakling þó hann eigi rétt á lögmanni. Sko. Nú er þetta tvíþætt, af því að þetta er annars verið einkamál, þar sem að fólk er bara í máli við alla og ömmu sínar, eða það eru málshöfðanir gegn viðkomandi, og hins vegar er þetta sakamál. Sko, sakborningar eiga rétt á verjanda, og allir sakborningar, líka þeir sem hafa drepið fólk. En eiga þeir rétt á þér sem verjanda? Getur þú ekki sagt, nei, ég get ekki tekið þetta? Sko, verjandi á í rauninni ekki að beiðast undan því þegar að leita er til hans. Og það eru siðareglur sem segja það. Svo getur maður í rauninni sagt, ég hef áhyggjur af því að ég muni ekki valda starfinu. Ég hef áhyggjur af því að, þú veist, ég sé ekki besta manneskjan í þetta. Viðkomandi má halda áfram að biðja mig að gera þetta, en ég held vegna, þú veist, svo þetta ef að koma tengslu eitthvað svona, eða bara eitthvað, því að ég var þarna á þessum tíma eða eitthvað, að þá myndi ég ráðleika viðkomandi að fá sér annan verjanda. Þú veist, maður getur alveg gert þetta, og ég átt bara svoleiðis heiðalegt samtal, sko. Ég þekki einstaklingin sem er þarna hinum einn. Þetta er ekki gott val hjá sakborningi. En hvernig væri það mitt að... Þannig að þú veist, það er alveg þannig. En sem verjandi, þá er maður auðvitað bara með alls konar fólk. En hvernig væri tilfinningin... Og þá þarf maður bara að hugsa þetta eru mannréttindi fólks, ég er ekki að verja framkomu viðkomandi, ég er ekki að verja gjörðir, en ég þarf að tryggja réttindi að viðkomandi fái réttláta málsmeðferð og að það sé hort bæði til sektar og sýknu. En hvernig væri tilfinningin að þú veist að standa sér mjög vel í starfinu sínu, finna einhver lagatæknilega atriði til að fá einhvern sýknaðan, en þín raunverulega skoðum væri bara guilty as hell, sko, hvað er ég að gera hérna? Það er þetta er áleitin spurning. Ég oft velti þessu fyrir mér, að því sumir sko myndir segja, já, ég bara er það mikið í prinsipinu, bara ég trúi á réttakerfið og ég trúi á, og bara ég gerir mitt besta í mínu starfi og það bara so be it þó að ég sé ekki endilega sammála því að þessi manneskja hafi verið sýknuð, sko. Ég meina, maður gerir sitt besta. Það er það sem maður verður að gera. Ég man eftir því ég var í lagadeildinni, þá kom virtur lögmaður og sem svona bara gestakennari og sagði að mesta kikki í sínu starfi væri að fá sakborning sýknaðan sem að vissi að vera sekur.
mér fannst þetta mjög skrítið kennsluefni fyrir óharnaðalega nema. Svo sko svona merkilegir lögmenn, Alan Dershowitz heitir einn. Já, einmitt. Hann til dæmis þegar Bill Clinton kom til hans í Monica Lewinsky-málinu, þá var hann nýbúinn að vera með O.J. Simpson og þá kom Clinton til hans og sagði, ég það lögmann, það alltaf að fara til helvítis hjá mér og þá sagði Dershowitz, nei, þú vilt ekki fá mig, því þá vita allir að þú ert segur. Það þú veist, líka þannig að sumir lögmenn fá þessu stimpilinn að vera alltaf með aðal krimmana. Einmitt. Og þá stundum þegar að Var Dershowitz ekki þekktur fyrir einmitt að taka að sér? Jú, algjörlega. Taka að sér aðal krimmana. Já. Og þú veist, og þú veist, það stundum þegar ég sé valið hjá fólki sem að vill vera góða fólkið, skilur vill sína sakleysi sitt fyrir eitthvað, þá stundum hugsa ég kannski valið einhvern annan. Það skilur stundum verða þannig, ásýndin getur skipt máli, en svo eru sumir lögmenn sem eru alltaf verjendur, bara alveg brjálæðislega góðir í því, alveg sama þó þið séu líka hafi verið að verja mjög einstaklingar sem að hafa verið dæmdir fyrir mjög alvarleg brot, sko. En síðan þessi klassíska spurninga mitt sem svona áhugaverð með tíðarandinn, að þú veist, þegar maður horfir á að þú vinnur starfið þitt vel sem lögfræðingur og svo það dómstólarnir, að það einhvern veginn á að vera, þú veist, réttarkerfið á að vera óháð tíðaranda hverju sinni. Já. En svo hugsa maður einmitt eins og til dæmis þegar hrunið varð og fleiri svona tímabil þar sem að samfélagið á einhverju stað og þá hugsa maður, getur maður treysti að síðasta girðingin sé réttarkerfið að þar sé bara engin meðvirkni með tíðaranda og þar sé bara raunverulega alltaf bara dæmt eftir því hvað rétt og hvað ekki rétt. Sko, aftur einkamál versus sakamál. Af því að sumstaðar í lögum eru atriði mjög matskend. Tökum sem dæmi bara kynferðisbrotakaflann. Þar var þetta með sko hvort þurfti brotaþoli eða sakborningur að sanna samþykki fyrir því að athafnir ættu sér stað. Því var nýlega breytt þannig að sakborningur þarf í rauninu í dag að geta einhvern veginn sýnt fram á það að það hafi verið samþykki fyrir þeim athöfnum sem áttu sér stað. En hvert leið? Skilurðu, áður var það þannig að brotaþolinn, það var brotaþolinn sem þurfti að sanna það að hafa ekki verið í stuði. Og ég hef oft hort á þetta út frá til dæmis innbrot bara í hús. Ef að þú gengur inn í hús sem að þú átt ekki heim í og ert þar inni og eigendur koma inn að þá og hafa ekki boðið þér, þá það innbrot. Það þannig. Já. Það aldrei gert ráð fyrir því að sá sem þú veist, að þú megir bara fara þangað inn. Þú þarft að vera með leyfi og ef einhver segir, viðkomandi ekki með leyfi til að vera hérna, að þá þetta, þú veist, húsbrot. En það ekki samt, hefur það ekki samt alltaf verið þannig að þú þarft að sína fram á einhver hafi fram í glæp? Þú þyrftir að, ef ég myndi fara og segja, heyrðu, það var hérna brotist inn til mín og ég saka þig að hafa brotist inn hjá mér, þá myndi ég væntanlega þurfa að sína fram á að þú hefði brotist inn, en ekki að þú þyrftir að sanna að það ekki brotist inn. Ég bara tala ef viðkomandi á staðnum, skilurðu? Ég er bara tala um það. Þú veist, sönnunin annað í rauninni. Ég er að tala um ef það liggur fyrir að þú veist, það gerðist eitthvað og það eru miklu áverkar og alls svona, þá þú veist, þá einhvern veginn alveg svo bara umræðan líka, þú veist, að það var alltaf þetta sko,
öll sönnunarbyrðin var lögð á brotaþola en því hefur núna verið snúið við að í rauninni þarf að liggja fyrir einhver aðdragandi fyrir því að eitthvað eigi sér stað til dæmis. Það eru til dæmis geta verið sönnur á því að það hafi verið einhvers konar samkomulag þó að fólki geti snúist hugur mér leið og svona. Þetta er auðvitað mjög flókið að við getum ekki krufið þennan kafla algjörlega í þaula en ég bara segja sko svona þróast líka lögin, þau breytast og þróast og svona. En mér finnst þetta áhugavert. Girðingarnar, þú veist, þær, að því þú talar um hrunið og tíðarandan þar, þá var það einmitt þannig að tíðarandin fyrir hrun var mögulega að sveigja svolítið lögin. Algjörlega. Skatta og reglu sniðganga og laga sniðganga tíðkaðist. Og þá geta dómstólarnir ekki verið að dæma eftir því. Þeir verið að dæma eftir lögunum, bara lögunum. Einmitt, en þá myndi ég segja að því þú nú verið sko inn á Alþingi, þú veist, þá hugsa maður löggjafan, að ef einhver segir, heyrðu, ok, ég er bara að vinna hérna á gráasvæðinu, ég fer bara alveg eins langt og ég má tæknilega samkvæmt lögum, þó augljóslega sé ég komin á einhverja mjög skrýtna brautir siðferðilega, að þá er það löggjafinn sem verður að breyta lögunum. Eins og í hruninu, skilur, ef einhver, hvort sem einhverjur útrásarvíkingar eða einhverjur voru að gera eitthvað sem var kannski siðlaust, en tæknilega var það samt löglegt, að þá ætti ekki að dæma þá er það frekar löggjafinn sem þarf að segja, heyrðu, löggjöfin er skökk hérna og við þurfum að breyta henni til þess að sé hægt að dæma þá fyrir eitthvað sem skilur hvað er að fara. Já, algjörlega, en það var nákvæmlega það sem var verið að gera, að því það var verið að horfa á lögin og stundum þá var farið á svifilögin og stundum var það bara ekki. Nei. Þú varst alveg á jaðrinum en þú náðir að halda þér réttu megin. Einmitt. Þannig að þá var sýknað. Og þú veist, þessi voru í raunin að gera næstum því það sama en það munaði einhverju manni fannst í mann þegar maður var að fara yfir allir þessi mál. En þetta er svo rosalega flókið sko, þannig að maður þarf einhvern veginn að vera, þú veist, býsna glöggur þegar maður er að lesa þessi mál, þessi hrunmál. Hvað það var. Já, því manni fannst oft sko að þeir sem voru dæmdir voru ekkit endilega þeir sem voru að gera verstu hlutina en þeir bara létu hanga sig á því að þeir brutu lögin. Já, af því að og meðan það voru ykkur aðrir sem gerði eitthvað sem var siðferðilega alveg bara út á túni en þeir voru með vaðið fyrir neðan sig og voru réttu megin við línuna þegar koma lögun. Einn góður vinur minn var að vinna í þessu kerfi á ákveðnum tíma og svona í aðdraganda hruns þá fór hann að temja sér það að þegar að hann fékk símtal að framkvæma eitthvað sem að hann vissi sjálfur að vara á gráusvæði einhverju hluta vegna var einhver engill á öxlinans að hvísla í hann að honum að þá brást alltaf eins við sagði, ég er bara rosalega ekki í miðjumálinn en að henda með pósti og ef pósturum kom ekki þá vissi hann okkur það var það var verið að biðja hann að fara ánga með eitthvað sem einhver annar vildi ekki gera. Já, nákvæmlega. Og það bjargaði hann líklega. Það hafa haft svona vaði fyrir neðan sig. En hvar kemur einmitt þessi lína, þegar þú veist að nefna á það með þessa breyting á lögunum þegar kemur að kynferðis, að við höfum hingað til horft á það þannig að það er betra að við dæmum ekki einhvern í fangelsi sem er saklaus, heldur en að við sýknum einhvern sem er segur. Já. Það hefur verið svolítið bara svona, þú veist, réttarkerfið gengur út frá því við megum alls ekki dæma einhvern sem er saklaus. Og þá kemur eftir talandi kynferðisbrotamál, þá held ég þessi sönnunarbyrðin er mjög erfið í báðar áttir. Það er mjög erfitt fyrir brotaþolan, ef þetta eru bara tveir einstaklingar, mjög erfitt fyrir brotaþolan að sanna eitthvað hafi verið gerst. En það er líka mjög erfitt fyrir þann sem er borinn sökum að sanna eitthvað hafi ekki gerst. Þannig að, þú veist, eins og ég sé þegar það verið að tala um þessi það er bara í svona mörgum tilvikum sem einhver lígur og það er bara í svona mörgum tilvikum, þá hugsa ég alltaf að það er svo mikið af þessum málum, það sem er bara ekki, það eru bara tveir einstaklingar og það er engin leið að vega og meta hvað gerðist. Jú, það er oft leið. Ok. Eitt dæmið sem að ég situr alltaf í mér og ég er auðvitað ekki að ljóstra neinu upp að því að þetta er auðvitað bara opinber gögn og dómur og þar er maður dæmdur fyrir að frelsissvipta sambýliskonu sína ganga mjög gróflega í skrokka á henni þannig að hann var líka dæmdur fyrir tilraun til manndráps frelsissvipti í einhverja sólhringa
og það var henni til haps að vökulir nágrannar þeim hætti að... Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.